Komið þið sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Þorrinn hafinn með tilheyrandi þorrablótum og svo framvegis. En við fáum til okkar marga góða gesti í þessum þætti og við kynnum þá bara inn jafnóðum. En fyrsti gesturinn Stefán Jónsson sem formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls á Sauðárkróki. Þið eru bikarmeistarar, unnuð KR-inga, möluðu KR-inga. Ertu búin að jafna þig? Nei, alls ekki sko. En það svo sem að koma, ekki það, og röddin að koma og svona, aðeins að fylla svo tankinn aftur. Hann orðinn hálf bensínlaus seint á laugardagskvöld sko. En jú, þetta alltaf að koma svona aftur. Það er ekki spurning. Leikurinn var í Laugardalshöllinni. Þið eiginlega sem sagt bara, þið áttuð höllina. Já, það var einhvern veginn bara varð svoleiðis, bara frá fyrstu mínútu. Liðin náttúrulega byrjaði leikinn ótrúlega vel og það kemur sjálfkrafa stemmingin þá sko og svo náttúrulega bara hélst það út alla leikinn og náttúrulega bara langt fram á nótt eftir að hafa komið norður sko. Það var náttúrulega bara alveg frábært sko. En að sem sagt vera bikarmeistari, þið hafið áður spilað til úrslita eða ekki, en hafið ekki orðið bikarmeistari? Sko við komumst í Laugardalshöll 2012, spilum þá á móti Keflavík og mér minnir að hann töpuðu þessum leik með 2 stigum 2012. Já, ég held að það sé alveg rétt. En við höfum ekkert nálægt í svo sem eftir það, við dottið út í 8 leikustundum og svona sko. En nei, fjaralega, eitthvað tíman á móti ÍR, en það var fyrir alla leið núna, loksins. En þessi úrslit, 96-69? Já, þau voru frekar óvænt sko. En við erum með rosalega gott lið og þegar liðið hittir á svona nánast fullkominn leik, þá veit maður alveg hvað geta sko, það stenst engin snúning þá. Hvernig lið undirbúið undir svona leik? Liðið náttúrulega mótið verið rosalega mikið og aðeins öðruvísi sko, það náttúrulega þessi dagur, þetta ekki náttúrulega margir leikir en við vorum á miðvikudegi og undirbúningurinn var svoleiðis að við förum aftur heim samt eftir miðvikudaginn, norður, gerum svona ekkert mikið á fimmtudeginum en svo tekin æfing í hádeginu á föstudegi og svo farið suður aftur. Þá var bara farið í mat kvöldið og svo bara á hótel og svo vídeófundir á hóteli. Svoleiðis liðið undirbúið fyrir það, millileikjana. Og svo bara þegar að menn labba inn á þá verður alveg bara staðráðnir í að standa sig. Í þetta sinn voru allir ákveðnir. Það var bara, ég satt sjálfur fund með þeim 11 á leikdegi morguninn og maður fann það alveg bara eitthvað, maður fann alveg að það var eitthvað að fara að ske. Kannski ekki alveg svona en maður fann það alveg. Þeir voru ótrúlegir á fundinum og bara einbeittir og allir að spyrja spurningar og einhvern veginn allt öðru sér andrúmsloft. Þetta var einhvern veginn bara, ég vissi allan dag að við myndum vinna en ekki svona. Þú hefur nú fylgst með undirbúningi áður. Já, þetta var allt öðru sér. Og maður hefur aldrei, ég hef aldrei tekið eins og sem formaður þátti að fara svona langt sko. Og þetta öðru sér, þjálfararnir mótið öðru sér, þetta öðru sér allt saman. Einhvern veginn og hvíldin kemur einhvern veginn líka fyrst mér aðeins meir inn í þegar það undirbúa svona. Ekki pressa að vera með ekstra æfingar eitthvað en þetta allavega svínvirkaði eins og hann gerði það. Hann á alveg heiður fyrir það. En að lenda á móti KR, þetta svona risinn getum við sagt, eða hvað? Já, þetta náttúrulega besta lið síðustu 5-6 ára, bara langbesta lið. Og hörku lið, það bara hitt ekki á sinn dag. En við, þegar ég held að Brynjarþór hafi sagt það við vittir, hann orðaði það svo rétt sko, þegar annar liðið hittir ekki á sinn en hitt hittir á sinn, þá endar þetta bara svona. Það ekkert við að gera. En þetta, sko, Skagfirðingar eða áhangandur Tindastóls áttur hreinlega höllina, það voru ansið margir sem lögðu leið sína til Reykjavíkur og svo líka náttúrulega þið eigið ykkar stuðningsmannahóp fyrir sunnan. Við eigum óbúslega mikið af stuðningsmannum á höfuðborgarsvæðinu. En ég veit að eins og heimanna, sko, það voru ekki margir í bænum þegar leikurinn átti sér stað, sko. Ég veit það bara, ég man ekki hvort það sagði mér hvort það hefði komið 4 í kaupfélagið, það var opið víst. 4 kúnnar meðan leikurinn var, sko. En þetta hópurinn fyrir sunnan alltaf þéttur og við þurfum að fá, svo hitti fyrir að við erum að fá 800-900 manns og leik við Hauka, útileik, sko. Og engin sæta fyrir í boðunetti. Við fórum nú með 2 rútur núna, sko, suður. En það var leiðin tilbaka, þú kerði bara í trafík, þú alla leið. En hvað með svona nágranna sveitarfélög, Blönduós, Hvammstanga? Já, þú sér mikið af fólki eins og ég tók sérstaklega eftir frá Hvammstanga til dæmis á leiknum. Mikið frá Hvammstanga, maður þekkir svolítið til það sko. Og eins að það fólk kom alla leið á krókinn, tók þátt í fagnaðaröldunum. Já, það var haldið mikil hátíð mikil strax hátíð, kvöldið. Já.
það biðu lögreglubílar fyrir utan bæinn og tók á móti rútunni og svo var haldið flugvallarsýning fyrir utan húsið og móttaka liði kynntraun og voru inn bara eins og leikdegi, ljósin slökkt og þetta var bara brjála partí og við erum champions undir allar tíman og svo voru tekin þetta 2-3 viðtöl eða svona smá ræður og svo voru bara krökkum leyft að koma og taka þátt í þessu með þeim og mynda með strákunum og kissa bikarinn og það er búið að þrífa hann oft síðan á laugardaginn, bikarinn. En þegar þú svona labba núna bæinn, geturðu svona metið það hvað þetta þýðir í raun og veru fyrir samfélagið, þetta þjappar öllum saman? Já, algjörlega sko, og maður finnur alveg, ég reyndar svona ekki labba mikið bæinn svo sem maður búin að hvíla sig svolítið ágætlega núna en það er alveg saman hvar maður það er bara, við lánuðum bikarinn fyrir eitt viðtal og það var ákveðið, það var foreldra viðtal stagur í árskóla á þriðjudaginn. Bikarinn fekk að standa á borðið þar. Ég held að sé ekkert barn í Skagafirði sem ekki til mynda með bikarinn sko. Þetta náttúrulega bara, það er bara allir. Það er alveg saman hvar maður, það er allir. Þá voru hringið okkur sko fólk sem við þekktum alla. Fólk komu bara á aldur það jafnvel, óskuku til hamingju og jafnvel vilja styrkja okkur sko. Bara voru allir, alveg saman hvar það er, allir bara. Hvers vegna körfubolti svona vinsæll í Skagafirði? Líklega bara, sko, staðnættir náttúrulega með inni íþróttasögur, því að körfuboltar henta mjög vel upp á það að við erum með löglegan völl. Við erum ekki til dæmis með löglegan handboltavöll. En þetta er bara hefð, held ég. Þetta er náttúrulega búið að vera að spila lengi og það eru margir sem hafa komið í Tindastól sem að náttúrulega þetta bara verður alltaf stærra og stærra. En hvers vegna, hvenær þetta byrja? Ég er nú ekki alveg með á hreinu sko, en þetta er búið að vera síðan ég var barn sko, ég er nú 43 ára gamall sko, ég man aldrei eftir öðru en körfubolta. En að vera að sitja uppi núna sem deildameistari, bikarmeistari, þetta þýðir það væntanlega að það verður svolítið svona auðveldara að reka deildina eða eitthvað? Já, væntanlega. Það verður örugglega auðveldara sko. Það er auðvitað að kynna félagið núna, þetta er náttúrulega meiri söluvera, en við erum búin að markvisst í 5 ára að byggja þetta upp og það þarf ekki að fela neitt. Við tókum ákvörðun fyrir 5 árum að tækja okkur 5 ár, að komast alla leið, þannig sem okkur langar að fara. Og við erum búin að taka 4 ár og 6 mánuði núna og við ætlum bara að halda áfram, það er annað mót í gangi. Já, þannig að þið ætlið sem sagt alla leið? Ekki spurning. Það er bara krá, alla leið. Og strákarnir alveg með þetta á hreinu? Já, ég vona það er klart. Já, þeir, sko, stefnan er alltaf sett á topp 4, komast í heimaleikja rétt í úrslitakeppni, en að sjálfsögðu setjum við stefnuna bara, við setjum stefnuna alla leið, það er ekki spurning. En fyrir þig svona sem formann, þetta hlýtur nú að vera svolítið gaman? Þetta er mjög gaman, þetta er oft mikið, en þetta er mjög gaman. Maður var ekkert í þessu öðru, sko. Ég er með 4 börn heima og sjómaður líka, en búin að vera í veikindafríi núna í svolítið tíma en þetta er mjög gaman en oft mjög mikið að gera, en eitthvað þarf að gera það. Símareikningur stundum hár, það hringja mikið. Já, það er mikið hringt. En þetta er gefandi? Frá leiktum á miðvikudegi, fram á leikir á laugardaginn, ég taldi 410 símtöl. Já. Svoleiðis að það er nóg að gera. Svoleiðis að það er... Og þú þarft að tala mikið, út bara að missa röddina nánast. Já, hún er að koma. Hún var farin og mér líður illa þegar hún er farin. Mér finnst mjög gaman að tala. Og allir sem þekkja mig vita það er mjög gaman. Og við hérna á N4 segjum bara til hamingju með þetta og við fylgjumst með ykkur áfram. Stefán Jónsson, takk fyrir komuna. Takk.